Komið sæl. Í þessum tíma ætlum við að rifja aðeins upp þáttun og hvernig við einföldum ræðarstæður. Ég ætla að fara hratt yfir sögu því við erum búin að fara yfir þetta fyrr í vetur og til þá á öðrum myndböndum á vefskólanum. En þáttun, það er ágætt að fara í gegnum það að við reynum alltaf að byrja á augljósasta eða einfaldasta atriðinu í þáttun. Það er að segja að taka út úr í sviga. Ef það er hægt, þá myndum við byrja að taka út úr í sviga. Ef það gengur hins vegar ekki upp, þá myndum við reyna samokreglu. Ef það gengur ekki upp, þá myndum við reyna ferningsreglu. Og ef það gengur ekki heldur, þá myndum við reyna að prófa okkur áfram með að líta á markveldin. Markveldi talnanna sem er inn í sviganum þarf að vera eins og talan en aftast og summa talnanna inn í sviganum þarf að vera það sem er hjá x-inu. Og svo auðvitað geta dæmi verið samsett, þannig að kannski þarf ég að taka fyrst út úr í sviga og síðan nota samokreglu á það sem er eftir inn í sviganum. Það er að segja þátta í 2 skrefum. En af hverju er ég að rifja þetta upp núna? Vegna þess að þegar við erum að einfalda ræðarstæður, þá þurfum við langoftast eða mjög oft að þátta fyrst til þess að geta stytt. Ég ætla að fara í gegnum nokkuð dæmi með ykkur eins og við hefum gert áður. Þá sjáum við að stundum verðum við að þátta áður en við getum stytt. En stundum er þetta bara þægileg leið. Það er að segja það er hægt að þátta og nota það til þess að stytta. En skoðum dæmi. Hér er sem sagt ræðstæða þar sem að engin plús kemur fyrir í tellir eða nefnara og heldur engin mínus. Og hér er sú leið sem ég fer oft þegar ég er að sýna hvernig er best að gera þetta. Hún felst því að frumþátta, skrá þetta sem markveldi. Þetta er nú nokkuð örugg leið, hún getur verið svolítið seinleg. Þeir sem eru búin að ná tökum á að þátta svona dæmi, þeir myndu líta á kannski tölurnar fyrst og stytta 10/15. Svo myndu við nota frádrátt hérna á x í öðru veldi og x í fyrsta veldi. En hin leiðin sem ég hef sýnt oftar og ætla að renna yfir hérna aftur er þessi hér. Að skrá þetta allt sem markveldi vegna þess að núna get ég bara strikað yfir það sem er eins í teljara og nefnara. 5/50 er 1 heill og þess vegna fer það í burtu hér. x er 1 heill, þess vegna fer það í burtu hérna. Og það sem eftir er, ég markvelda það saman og þá er ég komin með fullstytt svar. Þannig að ég er búin að þátta og ég er búin að stytta. Hér erum við með dæmi sem er aðeins frábrugðið vegna þess að kemur fyrir mínus hérna í nafnaranum. Og ef það kemur fyrir mínus, þá verðið þið að þátta. Og þáttunin felur þá í sér að það kemur alltaf svíi eða svigar. Þannig við byrjum á að þátta teljaran. Það er einfalt. 14 er bara frumþáttanir í 2 sinnum 7. Engin svíi sem kemur þar fram. Og nefnaran þáttu við og þar verður að koma svíi. Við getum nota frumþáttun til að sjá hvað kemur fyrir framan svigan, en sumir eru fljótir að sjá skrefið héðan og hingað yfir. Allavega, nú er ég búin að þátta bæði teljara og nefnara og þá get ég fara að strika yfir það sem er eins og munið að þið megið aldrei taka neitt innan úr sviganum. Ef það væri til dæmis uppslón hérna uppi, þá mætti ég ekki taka það á móti uppslón sem er inn í sviganum. Stranglega bannað. En eins og ég sýni ykkur í næsta dæmi. Þar sem að ég verð að fá sviga bæði í teljara og nefnara. Og í teljaranum get ég ekki tekið út fyrir sviga, þannig að ég þarf að þátta með samokreglu. Í nefnara get ég tekið út fyrir sviga. En þið sjáum núna hvað ég get gert, þó ég megi ekki taka innan úr sviganum, þá má ég taka heilan sviga á móti heilum sviga. Það eru 2 svigar sem eru alveg eins og strikast þess vegna út og þá fæ ég loka svar. En þetta er vonandi nógu góð upprifjun fyrir ykkur til þess að klára dæmin í bókinni. Þannig að það er ekki meira frá mér í bili. Takk fyrir mig.